Já, velkomin á Rauða borðinu á 50. velkomin á Samstöðuna. Það eru fréttir Samstöðuna. Hjá mér Björn Þorláks og María Lilja. Já, fyrsta fréttir sem við ætlum að vera með er að ég held hún hafi byrjað í Skessuhorni. Eldislax er að veiðast í Haukdalsá. Hann er mynd af honum, síðan fór þessi frétt víða. Þetta þykir stór frétt á Íslandi. Já, ekki síst af því að Jóhannes Sturlaugsson, fiskifræðingur, hefur talað mannamál í viðbröðum sínum í dag. Já, hann var í Speglinum á RÚV, klukkan rúmlega 6. Frábært viðtal við hann. Já. Það er svona skemmtilegur spegill. Einmitt. Síðan kom heimildi með fréttir og það var svo sem víðar þessi frétt. Gata og sóttkví í nokkuð tíma í Dýrafirði. Ég veit ekki hvort að í þetta ég við það að þetta sé sami fiskurinn sem hafi farið út úr þetta gat. Það var allavega talið að þetta hafi eldislaxinn í Haukadalsá hafi sloppið úr sjókví eldi á Vestfjörðum. Á Vestfjörðum? Já. Það er nóg af þeim. Það er í Dýrafirði, það er í Tálknafirði, það er í Bíldudal, það er á Patreksfirði. Þetta rifjar upp fyrir mér tíman þegar ég vann hjá Umhverfisstofnun og við vorum að díla við svona mál að mér fannst alvara málsins alltaf undirmetin og mér fannst eftirlit í héraði, útselt eftirlit og einhvern veginn mjög lítið gert til þess að varna þessu og mér verður líka bara að hugsa til þess hvernig þessi iðnaður hefst þegar Einar K. Guðmundsson sem hefur verið forseti Alþingis dubbaður upp í það að tala fyrir þessu og það og sjávarútvegsráðherra á sínum tíma. Einmitt, og menn eru leppaðir út allt land og það átti bara að koma þessi gegn og síðan langt síðan við fórum að sjá fyrstu merki þess að þetta er ekki góð hugmynd en allt lítur að einu að hagsmunir trompa allt og einu raddirnar sem að þeir hlusta á það eru hagsmunirnir af laxveiði í villtum ám, fjárhæðirnar. Já, það er ekki vegna þess að það hafa svo ofboðslega mikið fyrir náttúrunni. Það er ekki það. Við erum að heyra þetta er bara sami sögutráður og þú varst með núna sem að gerast í vindmyllunum. Þar eru dubbaður upp einhverjir fyrirverandi stjórnmálamenn sem að tala máli erlendra fjárfesta, svo kaldra. Það er einn munur samt að ég held að þjóðin hafi verið opin fyrir sjókvíaeldi en fyrirfram töluverð andstaða hjá stórum hlutum Íslendinga við vindmyllunum. Þannig að það svona sumpart verður aðeins þyngra held ég. Það kom fram í einhverju fréttum að þetta gat þarna í Dýrafirði að það er búið að vera lengi, það er bara ekki tilkynnt. Já, mér finnst þetta svolítið áhugavert þannig að þetta vissi ég ekki, kemur fram í frétt heimildarinnar af þessu að forstjóri Arctic Fish, þessi sem á þessa kví þarna í Dýrafirðinum, Daniel Jakobsson sem fyrirverandi bæjarstjóri í Ísafirði og formaður bæjarráðs. En hann með fiskeldi á 10 stöðum í 5 fjörðum, Patreksfirði, Tálknafirði, Arnarfirði, Dýrafirði og Ísafirði djúpi. Þannig að það er þetta er eins og kafli í bókinni þinni. Já, þetta er eins og kafli í bókinni minni. Við erum með þingmenn sem koma beint úr og sem gera og þetta er allt saman mjög mikið umhugsunarefni. Allt í sölu. Engar hugsunir, bara hagsmunir eins og okkur sagði. Herðu, það er framhaldsfrétt hérna. Við tókum hana Vísi, hún er nú víða þessi frétt. Öskur rifust við leigubílstjóra. Farið þér helvítis, þið munu borga mér. Þetta er Taxi Hunter sem að tekur þetta upp, eða ekki? Jú. Og þarna er leigubílstjóri sem að féfletta túrista. Já. Það fyrsta sem ég gerði þegar ég sá fyrirsögnuna það var ætli leigubílstjórinn sé hvítur á litinn og ætli hans Íslendingur. Og nei, það reyndist ekki vera. Svo var ég að ferðast einhvers staðar og Bylgjan var með eitthvað rosa viðtali kölluð til ferðamálastjóra til að tala um þetta sem svartan blett á íslenska ferðarþjónustu svona. Það er rosalegu vilji til þess að stökkva í mögulega eitt atvik sem enginn veit í rauninni hvernig. En það er sjálfsagt að stoppa þetta en sumir vilja nota þetta sem dæmi um það að við eigum ekki að hleypa inn erlendu fólki hingað. Það er verið að draga þá ályktun að ef að það er til dæmis svartur maður sem fremur afbrot að þá er það ábyrgð allra svartra manna og enn eitt dæmi um það að svörtum mönnum er ekki treystandi. Þannig fer líklega umræðin á bylgjunni í gang, eða ekki? Jú, og vellur áfram. Örugglega. En það sem kemur nú samt fram í þessari frétt og það sem er vert að athuga er að Téður Taxi Hunter eldir brúna leigubílstjóra og svona reynir að hanga það á einhverju. Þessi
leigubílstjóri sem ræðir, þetta var auðvitað engin fyrirmynda hegðun, maður sá þetta, var hann öskraði hann á konuna og lokaði bílskotti og þetta var ekki fallegt að sjá. En hann talar að það sé ekki alveg verið að segja rétt frá. Þær hafi beðið hann að láta mælinn ganga. Hann hafi haldið því áfram ofan á fast verð og þar með hafi þær samið að greiða þessa upphæð sem alltaf súrrealist 77.000 krónur. Hann beið samt í einhverja klukkutíma eftir það. Það er nefnilega málið. Á meðan þær voru í Bláa lóninu. Það er ekki lengi að hlaðast upp kostnaður. Það er ekkert að mæla með því að það er Bláa lóninu að láta leigubílinn bíða fyrir það. Nei, en hann býður hérna eftir þeim, þær neitar svo að borga fyrir mælinn sem að þær óskuðu eftir að hann myndi láta ganga ofan á það fasta gjald sem að hann hafði samið við þær að þær myndi greiða. Þannig að ég hef talað svolítið við leigubílstjóra með blandaðan bakgrunn, sem sagt ekki alveg íslenska alla. Þeir lýsa allir þessum, það búið að sá einhverju svona frægi, einhverju tortryggni og fólk farið að haga sér illa í þeirra garð. Þetta voru bara einhverju túristar, það geta alltaf verið inn í þeirri umræðu einhvern veginn. En getum við kannski verið sammála það að stóra spurningin í þessu er þetta samfélagsmál? Eða er þetta einstætt tilvik? Það er fjallað þetta sem samfélagsmál. Þetta er eitt að merkja því það var breytt utanum leigubílaakstur og það mistókst af einhverjum hætti. Þannig að nú er þetta orðið gríðarlegu fjöldi sem er að slást ferðir og eitthvað fleira. Þannig að það er svona ófremdur ástand þarna og eflaust og ég engast að efast það að sum af þeim fréttu sem við heyrum séu réttar. Að það sé verið að hafa fé af fólki. Leigubílstjórar hafa fé af fólki á Íslandi, í Hollandi, í Bretlandi, alls staðar í heiminum. Það er örugglega til hér líka. Þannig að mér finnst eðlilegt að stjórnvöld horfi og skoði það hvort að þetta hafi kannski verið mistök að opna þannig að það verið svona gríðarlegt hark í leigubílunum þar sem allir að berjast sömu kúnnana og eitthvað fleira. Mér sjást að gera það. Mér sjást að hafa eftirlit með þessari starfsemi og eitthvað fleira. En þegar að umræðan kemur að þessu brot eftir í hvaða uppruna fólk hefur og fólk ætlar að túlka það að það sé enn einn sönnunin að það sé geta treysta fólki frá Miðausturlöndum eða frá Afríku að það er ótrúlega eldfim umræða sem að mér finnst allir ganga fullkomni kærleysi, meðan annars stjórnvöld að stíga ekki inn í þetta og laga ástand. Mér finnst þetta líka að tengjast leiðsögumönnum. Hér getur við farið í túra með fólk á þess að vera leiðsögumæður, á þess að fara námskeið eða eitthvað svoleiðis. Og svo gagnrýni sem maður heyrir innan á ferðaþjónustunni á leiðsögumenn, það eru yfirleitt menn sem eru ekki fæddir á Íslandi. En þú veist, ég meina, er þetta ekki bara svona sem kapitalismin virkar? Þetta er bara, þetta er bara svona. Já, við erum að brjóta svona niður atvinnustarfsemi sem að var að einhver leyti venduð. Ég held að þessi hluti að lærta mannum. Herðu, Samkeppniseftirlitið ætlar að skoða Storytel, bæði heima og í Svíþjóð, þar sem að fyrirtækið er ættað. Og þetta er vegna ábendingar Rithöfundasambandsins. Já. Ég er í Rithöfundasambandinu og fékk þennan póst áður en það var frétt og það var mikil gleði hjá Margréti, formanni Rithöfundasambandsins, sem taldi það að þarna gæti lítil þúfa verið að velta þungulhassi. Já. Og sakarefnin, eða það sem grunur er rökstuddu grunur, er að Storytel framleiðir sjálft efni og stillir því fremst og það eins og þú ætti kringluna bara og þegar kunnin kemur inn í kringluna þá segja hann bara vörur frá þér. En það sem að einyrkin er að búa til eða litla útgáfan og fleira, það er til en þú þarft eiginlega að fara niður í kjallara við hliðina á hittakompunni til að finna það. Ég hef neitað að lesa mína bækur inn á Storytel vegna þess að ég hef neitað að taka þátt í einhverjum verknaði sem að undanskilur algjörlega sjálfa mig í umbun og það er bara þannig. Við erum að tala nokkra aura. Sem að fólk fær. Já, sem fólk fær og maður á þetta ekki að kynda undir svona hugli. Þetta er svipað, við vorum að ræða bookings.com, það sem að taka 18% söluþóknun á því að eiga eitthvað forrit og hafa raunverulega aðgengi að þessum streymi af fólki, að þá taka þau eiginlega alla en ávinning sem ætti að vera í rekstri gistiheimilis. Það fer bara til bookings og það er sama á Storytel, að allur ávinningur sem er í því að fólk sér að hlusta á sögur, að það er Storytel sjálft sem að tekur það. Herðu, það er ég hef stundum verið að hæðast svolítið að því, eitthvað RÚV og fleiri eru alltaf að tala við greiningadeildir bankana,
eins og einhverja álitsgjafa. En ég ætla að vitna í Íslandsbanka, það er verðbólguspá Íslandsbanka, að verðbólga verði yfir vikmörkum á ný, þau spá að verðbólga verði svona 4,5 plus út árið, en þau hafa svona ykkur aðferði til þess að finna út úr því og ég sé enga ástæðu til að segja að þetta ekki hagsmunadrifið, það er tengt. Þetta held ég, svolítið alvarlega fréttir vegna þess að það eru kjarasamningar, stóri kjarasamningar sem voru gerðir, sem voru stórt veðmál að ef að almenningu myndi sætta sig við takmarkaðar launahækkanir, að þá myndi verðbólga fara niður og þá myndi vextirnir fara niður og ávinningur almennings að lækkandi vöxtum væri það mikil að það væri sætta sig við litlar kjarabætur. Einhver leitið þá verið þetta veðmál sé ekki að ganga upp. Nei, það liggur alveg fyrir að stýrivextir verða ekki lækkaðir. Er það ekki? Getum við ekki treyst okkur? Það er langlíklegast, já. Langlíklegast. Og það er alveg rétt sem þú segir að eru þeir ekki byrjaðir eitthvað verkalýðsleiðtogarnir að yppa sig? Jú, það er næsta frétt, það er Vilhjálmur Birgisson sem er einn af svona arkitektónum að þessum samningum. Hann er að kvarta yfir því að olíufélögin sé að stela raunverulega með því að eins og við fórum yfir í gær, að það er verið að lækka krónan styrkist og þar með lækkar olíuverð í krónutalið en það kemur ekki til inn í það sem að kundin borgar og munar svona, við vorum að áætla að vera svona 1000 kall á hverja fyllingu á venjulegum bíl sem að olíufélögin nýta sér að taka í svona, við getum kallað það bara gengiskróða. Og Vilhjálmur er að kvarta yfir þessu og segir bara skilja ekkert í þessu. Gallinn náttúrulega er að sá að samningarnir voru gerðir svona í ljósi þess að fyrirtækin mundu sína samfélagslega ábyrgð. Fyrirtæki hafa enga samfélagslega ábyrgð. Allir sem að stýra þessum fyrirtækjum líta sem eina ábyrgð sem þau bera er að skila sem mestum arði til eigandi sinna. Á sem skemmstu tíma. Já, og það telja með þess að sumir að sé hinn eiginlega samfélagslega ábyrgð. Því að ef að ég rek fyrirtæki mér þannig að ég geti skilað sem allra mestum hagnaði og arði til eigandana, að þá verður fyrirtæki gott og þar með samfélagi gott og allt verður gott. Já, N1 senda frá sér fréttatilkynningu og svara ASÍ fullum hálsi. Já, því að ASÍ sagði að því að öll félögin fara sömu leið í að hækka ekki. Og ASÍ segir sem svo að það megi ætla að þarna sé samráð og þau verða rosalega móðguð, olíufélögin. Já, N1 talar þetta, þessi verða að saka þá lögbrot sem er bara mjög alveglega ásökun. Já, þau voru afhjúpuð með samráð snemma á þessari öld. Eimskip og samskip hafa verið afhjúpuð með samráða í hvert skipti sem að samskipseftirlitið hefur tækifæri til að fara í frumkvæðisrannsókn og skoða svona fákeppni, þá kemur í ljós samráð. Þannig að ég veit ekki af hverju Skeljungur þykist eitthvað að vera móðgaður, eins og hann bara hafi ekki búið á Íslandi eða eitthvað. Veistu hvað það ekki? Það er svona fulllangt gengið í móðgunargildinni. Jú, ég myndi nú segja það. Herðu, tengt þessu, þetta eru Viðskiptablaðinu. Við höfum nú svo sem fjallað þetta áður 4 af hverjum 10 nýjum íbúðum eru seldar á undirverði, það seljast ekki. Við höfum fjallað þetta svolítið við rauðaborðið. Það kannski of mikið framleitt af samskonar íbúðum að vera að miða á sama kunnahópin. En það líka þannig að það eru komið svona ákveðið vantraust gagnvart nýjum íbúðum. Það eru lítið ljós í þeim. Fólk hefur séð hróðvirknisleg vinnubrögð á nýjum íbúðum og fólk sem er nýbúið að kaupa sér húsnæði þarf að borga endurbætur á þeim. Ekki hugað hljóðvist. Ekki hugað hljóðvist. Það er allt of þröngt. Ég veit ekki, ég sá auglýst daginn, það er eitthvað svona nýtt fyrirbæri sem er svona hópfjármögnun á íbúðum. Þá er þetta svona hópur af fólki sem að saminast undir formerkjum einhvers fyrirbæris sem mann nú ekki hvað heitir og svo er farið í boð á nýjum íbúðum og svo raðast það með afslætti eftir því 15 fjölskyldur taka sér saman og bjóða í þau að kaupa 15 íbúðir. Já. Þannig hafa svona auðugt fólk gert.
keypti þetta í pökkum og þetta var, ég sá þetta var einmitt, þetta kom upp í svona sponsort auglýsingu á Facebookinu minn daginn, þetta er einhver hópur sem að sér hafi sig þessu, hann safnar saman fólki til þess að bjóða svo í íbúður og undirverði, ég veit svo sem ekkert hvernig fólk safnar saman í þetta, en svona eru kaupfélögin til, þá var það bændur sem að bindust samtökum til þess að varna því að spekulantarnir sem komu að kaupa fé og fæti til þess að flytja til Skotlands, að getur haldið verðinu niðri. En kannski ættu íbúðkaupendur að fara í félag. Ég ætla einmitt að segja að þetta minnir mig á liðina tíð í bændasamfélaginu í Mjósveit þegar kannski mörg býli tóku sér saman að kaupa eina sláttuvél og svo deildu við sláttuvélinni. Kannski erum við bara aftur að fara inn í fortíðina. Já, það sem að vantar í samfélagið er fleiri svona félagsleg fyrirbrigði. Þetta er til dæmis einn af tónunum sem eru slegnir í stofnun nýs vinstriflokks í Bretlandi á Corbyn. Það vantar bara fleiri svona félagsleg öfl í samfélaginu. Herðu, við förum næst til Gaza eða Ísrael. Það er blaðið Haaretz sem við nú fjallaðum áður. Þetta er fjármálaráðurann, heitir Smotrich og hann er að tala hann ætli að jarða endanlega hugmyndina Palestíns ríki með því að stórauka landnemabyggðir inn á Vesturbakkanum. Þetta er hann að kynna áætlunum 3000 nýjar íbúðir. Þetta kemur strax í kjölfar frétta að þjóðarleiðtogar heims hafi verið að kalla eftir tveggjaríkjalausn. Ég myndur að segja að þetta var svona ákveð fingur bara miðfingur í andlitið á öllum þeim yfirlýsingum og öllum þeim þjóðhöfðingjum sem að skrifuðu nafnsitt undir þær yfirlýsingar og ég held að núna sé þá loksins komið tími til þess að fólk átti sig á því að það er ekkert að fara að gerast. Tveggjaríkjalausnin er búin að vera dauð alla þessa öld. Já. En samt er fólk alltaf að vísa til hennar eins og hún sé sem er eitthvað svona ótrúlega sjálfsblekking í umræðum stjórnmálafólks í Evrópu og Vesturlöndum. Ég meina þú stöðvar ekki kúgun og landtöku með áframhaldandi apartheid, sko. Það bara gengur ekki. Nei. Herðu, ég ætla að skjóta inn einni svona teikningu sem var í The Spectator. Þetta er móðir líklega sem kemur að barnaheimil herberginu og segir er ekki allt í lagi, elskan? Og barnið er að horfa á fréttirnar. Þetta er svona, þið heyrið þetta stundum. Við erum oft með svona umræður fréttir vikurnar og svona, þá heyrum við svona sjónamið á fólki að bara, veistu það, ég er bara alveg hættur að hlusta á fréttir af því að maður verður bara geðveikur á þessu. Já. Já. Ég hef nú svona ákveðna kenningar það að aðalvandinn sé sá að fréttirnar, þetta er dempt yfir okkur samhengislust. Og þess vegna skapast þessi tilfinning að allt sé að fara til fjandans og við höfum ekkert með það að gera. Þannig að við erum skilin eftir fyrir einhverju ástandi sem við ráðum engan hátt við. Ég held þetta sé að hluta til hvernig fréttir eru sagðar. Ekki endilega, ég held að það hefur verið Nietzsche sem sagði að sá sem veit hvers vegna þolir hvað sem er hvernig. Já, þetta þegar maður fyrir að skoða samhengi fréttina, þá áttar maður að sjá því að samhengið er eiginlega þetta er eiginlega allt sama fréttin. Hrynjandi heimur er bara þetta er bara barátta hinna ríku gegn hinnum fátæku og svo einhvers konar ónýtt kerfi og kúgun sem við einhvern veginn höfum búið okkur til í hverju einasta landi. Þetta er alltaf sama fréttin. Já, ég fullorðið fólk, rífullorðið fólk er að fara á TikTok á kvöldin til þess að skoða fréttir þar eins og þær eru settar fram. Bara því að það getur hlegið það er eitthvað svona, það er einhver skemmti ára, mögulega vegna þess að þú ert að gagnrýna hvernig fréttir eru sagðar, en maður þá spyrja þig hvernig myndir vilja að fréttirna væru sagðar? Ég held að verða að segja eitthvað samhengi, maður verður alltaf að segja satt, sko. Það er ekki að vera alltaf að láta, þetta er þessi tveggjaríkjalausnin, sko. Það verður bara að segja frá að þetta er bara dauð hugmynd. Þannig að þegar að utanríkisráðurinn okkar eða forsætisráðurinn okkar eða einhver af okkar fjármálum kemur, þá verða fréttamenn að benda á að þetta er bara dauð hugmynd. Því annars situr áhorfandinn eftir og með alltaf, já, tveggjaríkjalausnin einhvern veginn eins og sé eitthvað, svo er það aldrei. Þannig það er alltaf verið að kveikja í hugmyndinni sem var rétt áðan seld sem raunveruleg. Þetta er einhver forskrúun heilans, í þeir sem er að segja fréttir. Já. Það ber alltaf að borða eitthvað sem allir raunverulega vita. Það er bara innihaldslaust kjaftaði, sko. Já. Þú veist, ég er ekki að segja það svona heilt yfir allt saman.
Og það líka þetta rugl með að blaðamaðurinn sé einhver svona kartablanka, bara hvítörk og eigi bara, þú veist, að fara í allt frá einhverju núllpunkti. Það náttúrulega bara eitthvað rugl, einhver miskilningur að vera að stunda starf fréttamanns á þess að vera samfélagspólitískur og á þess að átta sig að einhverju leiti á einhverju gangverki. Já, maður þarf líka að átta sig á því að það er mjög pólitísk afstafa að vera hlutlaus. Það er ákveðið samþykki við óbreytt ástand. Já. Og ef óbreytt ástand er skaðlegt, þá verður það mjög hættulegt að vera óbreytt ástand. Ég er líka að tala eins og með eldislaxinn. Hvað er búið að segja þetta 6 milljón sinnum að þetta er bara óhjákvæmilegt að þetta muni gerast. Þetta bara fylgir því að vera með þessa tegund að strandeldi sem er eftirlitslaust og þeir sem að reka þetta, þeir hafa bara ráðið í hvernig það er hafið þetta. Stofnanir sem hafa eftirlit með þessu dregnarhúðum allar tennur, þeir hafa engin úrræði til þess að stoppa þetta. Auðvitað er þá bara eldislax upp eftir öllum ám. Þetta er að sé eitthvað öðruvísi. Ég er reyndar held samt að stofnanir gætu haft úrræði en kjósa beita þeim ekki. Vegna þess að þá kannski verður ekki langlífur í starfi. Já, og bara alls konar vesen sem því fylgir. Herðu, það er fundur á morgun í Alaska og það er svona upptakturinn á því var meðal annars að Zelenski fór og heimsótti Starmer og þeir voru að tala saman. Þetta er ótrúlega menn sem er ekki aðalara fundunum og Zelenski fer Evrópu og Evrópu fóringjarnir taka á mótunum og er að móta svona þeirra afstöðu til fundar Trump með Putin. Ég veit ekki hvað er hægt að segja um þetta. Við ræddum þetta svolítið í gær, við vorum að ræða um þær kröfur sem Evrópu þjóðurnar er að gera að Úkraína sitji við borðið sem að hefur verið hafnað og að það verði ekki breytt neinu landamærum nema með samþykki Úkraínu, að Úkraína fái öryggis tryggingu og það sé okkur litið tengt inn í NATO sem að ég held að sé bara ómúðulegt að Putin muni samþykja og svo að ef að vera árangursfundurinn á morgun þá verið harðar refsiaðgerðir. Þetta er það sem Evrópa leggur til. Þetta er alveg, já, ég veit ekki. Ég held að kannski líka ástæðan fyrir því að fólk er að afhuga fréttum er að þetta eru, þú veist, við bara búum við það veruleika, það eru bara einhverjir 4 kallar hann út í heimi sem eru svona einhvern veginn að semja sín á milli framtíð okkar allra og þetta er bara einhvern veginn orðið óbærilegt. Putin var að hrósa Trump. Myndir þú vilja fá hrós frá Putin? Ég allavega frekar heldur en frá Trump, verði vikuna, en þó af tvennu illu. Bush sagðist að hafa hort í augu Putins og séð að hann hefði góða sál. Já, heldur við. Þetta er svona kallandir. Þetta er svona kallandir, þú veist, þetta er einhvern veginn, ég veit ekki. Þetta er það sem að Trump er að þrýsta í gegn í nýja skipan alþjóðamála, er að stórveldin sem eru stýrt af köllum, að þau skipti með sér heiminum. Já. Og þess vegna er hann svona eins og hann vilji ekki hlusta á Evrópu, hann ætla bara að tróða niðurstöðu stórveldana, Rússlands og Bandaríkjanna upp í kokið á Evrópu, en á móti kemur hins vegar að því að Trump er alltaf eins og hvort tveggja að móti kemur að þá er eins og hann hafi ekki alveg aflið í Bandaríkjunum til þess að gera þetta. Nei, hann líka, já, Trump er svolítið svona, hann endurtekur alltaf það sem hann heyrði í síðasta partí. Það er svolítið þannig típa. Einhver hefur sagt hann á það, frá dagins nýjetir, þetta er nú frétt sem er í öllum blöðum, það er Trump var að segja það að væri svona 25% líkur á þessi fundur myndi minnstakast. Herðu, okkar utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín, hún er í Mogganum, stoppa verið stríðið með ráðum og dáð. Svo fylgir eftir að það megi ekki gefa eftir neitt til Rússa, sem að ég held að séu enga líkur ef Trump mætir á morgun og segir að þú verð ekki neitt, þá verður náttúrulega stríðið ekki stoppað. Nei. Þannig þessi afstæð er raunverulega að þar sem að við getum ekki fengið kröfuna sem að við leggjum til, sem er að Úkraína vinni stríðið, að þá viljum við frekar að stríðið halda fram. Já, ekki? Jú, þetta er bara sama sagan, það er Úkraína og það er Gaza og það er svo, ég veit það ekki, það vanti einhvern veginn svona dug í alla þessa embættismenn. Friðþægingar orðaleppar sem að halda okkur gangandi einn dag í einu. En hótunin ef að Putin verður ekki að vilja Trump, að þá er það að verði settir á
svona tollar á þau ríki sem að eiga í viðskiptu við Rússland núna. Þá fyrst og næst verið að horfa til Indlands og ég kíkti Times of India. Það þessi mynd þarna, þetta Moody, Putin, Trump og Kínaforsti að leika sem heiminn. Þetta svona myndir. Já, þetta svona mitt það sem ég var að tala um. Það var ekki að sjá að Indverjar væri óttast þetta. Moody hefur sjálfur sagt að hann ætla ekki að breyta sinni hegðun þótt að Trump hóti að sitja og tolla. Og ég held að það hefur komið fram í, ég ætla að tala um Hilmar, Þór Hilmarsson á eftir. Það hefur komið fram í hans máli að þessi hótun sem að Trump hefur á að setja háa tolla á til dæmis Indland, að þetta sé raunverulega ekkert óttast. Að þetta mun skaða Bandaríkjunum miklu meira og Indverjar þurfilega ekkert óttast þetta. Og það kemur líka fram á viðbrögðum Kínverja að Kínverjar ekkert óttast þessar hótanir hans tolla. Þannig að aflið sem að Trump til þessu hafa í alþjóðaviðskiptum sem að Bandaríkin hafa ekki það sem hann lætur. Þess vegna vildi bara benda þetta. Herðu, svo Le Monde, þar svona hugleiðing, ég myndir að kalla það frekar heldur en fréttaskýring. Þeir eru haldaði fram að Trump sé bara obsessed af því að fá friðarverðlaun Nobels. Já, kallar eins og hann, maður hefur heyrt, lesið, lærðar bækur og annað það að þetta svona gaur sem að hann sér alltaf fyrir sig hvernig sagan mun minnast hans og það mikill hégóm í mörg af því sem hann gerir og það ekkert ólíklegt að von hans að hann sé að hugsa svona. Já, að von hans friðarverðlaun og eitthvað svona sem talið stærra heldur en annað gæti þá göfgaðan, tekið af honum einhverja stimpla. Þetta minnir mig alltaf á eina senu í bíómynd sem heitir The Commitments sem ég veit ekki hvort að fólk mann eftir að Parker heitir hann sem var leiksturinn að þessu. Það var svona blues-sveit krakkar sem var að búa til blues-sveit í Írlandi. Hugmyndi var það að Írarnir væru eiginlega nægrar Evrópu og voru að búa til blues. Frábælega skemmtileg mynd með góðri músík. Það var einn drengurinn, hann var svona umboðsmaðurinn í þessu. Og eins senan þannig, hann í baði heima þessur og hann að taka viðtal við sig eftir að hljómsveitin hafi slegið í gegn og segja hvernig þú horfir aftur og lítur á þetta og var að taka svoleiðis viðtal við sig. Svo náttúrulega listist hljómsveitin upp í berjum og var aldrei úr henni. En mér þetta alltaf þessi sena í hug þegar ég voru að velta fyrir þér. Heldur þú að Donald Trump sé í baði og sé hugsa, en Donald, þegar þú horfir á því í samhengi þeirra sem hafi fengið Nóbelsverðlaunin, er þetta ekki eiginlega klúbburinn sem að þú stendur alltaf í? Heldur að sé að tala svona þessi? Já, ég held það. Ég held að hann dreymum enda þarna. Þetta kallaheimurinn sem að þú lifir í. Já, þetta er ásalegt. Herðu, talandi um Trump, það er hún Melania Trump. Hún hótar loks og Hunter Biden sem er sonur fyrrverandi forseta. Já, þetta er alltaf bara eins og eitthvað svona sápuópera. Ég trú ekki að þetta sé bara einkona forseta Bandaríkjanna hótar að kæra son fyrrum forseta Bandaríkjanna fyrir að hafa sagt að hún hafi kynnst Trump í partí hjá Epstein. Þetta er eins og svona sápa. En forsta hjónin í Frakklandi, þau voru að kæra einhverja svona YouTube-stjórnu fyrir að halda þið fram að konan væri raunverulega karl? Já, einmitt. Þú veist þetta? Ég veit ekki, það er voðalega, miðað við að þetta séu þjóðhöfðingjar og fólk sem einhvern veginn svona raða sér yfir hærra heldur en restina af okkur. Kannski er þetta bara svona raunveruleika... Voðalega viðkvæmt. Kannski er þetta bara áhrifavaldar og raunveruleika stjórnir. Ég held að það sé nefnilega málið. Það er eitthvað hugtök sem er orðspors áhætta, er það ekki? Já. Þetta fólk gengur mjög langt í að... Það er náttúrulega orðspors áhætta að giftast Donald Trump. Já, ég veit þess ekkert eitthvað að hafa kynnst honum í Epstein-partí sé ekki versta við að vera gift honum, sko. Nei. Það var kannski toppurinn og síðan fór að versnandi. Já. Herðu, það er svona svolítið gúrk á Íslandi, þannig ég fór og skoðaði fréttir svolítið víðar. Það er Los Angeles Times næst. Þar er þegar við tölum það verið að hreinsa Washington DC og verið að flytja heimilislaust fólk bara upp í sveit og þetta er bara minnir mann á 3. áratuginn.
Og núna eru fréttir þarna í Los Angeles að því að ólympíuleikarnir eiga að koma til Bandaríkjanna og það er verið að hreinsa út hérna heimilislausu, það er mikið sjást. Já. Þetta er verið að minna á svona einræðisherraríki sem að, þetta er nú talað í herforingjastjórninni í Argentínu þegar þau voru ekki með hérna heimsmeistarakeppnina í fótbolta, þá voru samskonar aðferðir notaðar. Já, ég meina þetta er auðvitað bara alltaf gert í kringum þessu stóru hérna alþjóðlegu íþróttakeppnir sem er mjög svartur blettur á því sem ætti að kalla svona sportmanship. Þegar einmitt, þeir fátöku og veiku, þeim er einhvern veginn svona skúpað og skóplað út. Ég veit að þetta var gert í París, þetta var gert í Katar. Þetta er eitthvað lenska. Þetta sé ekki í stærra mæli heldur þar, svona í samhengi við það sem hann er að gera inn í Washington, það sem að hljómaði svolítið eins og alltaf að reynsa bara bæinn. Já, en ég meina, þú veist, þetta hendar örugglega bara alveg ágætlega inn í þau plön, hugsa ég, en þetta er bara, eins og ég segi, þetta er bara þarna á að reisa hvað við að segja, fangabúðir fyrir fátaka og þetta er verið að glæpa við að fátakt, geðsjúkdóma, fíknisjúkdóma. Já, sko það sem er ágefni við þessa glæpuvæðingu á hinu ýmsa sem er ekki glæpsamlegt fyrir, eins og til dæmis að vera fátækur eða búa hvergi eða vera veikur. Það er sko þetta með fangilsin í Bandaríkjunum sem eru í eigu einkaaðila og vegna þess að þau eru í eigu einkaaðila þá er lítið svona utanumhald og eftirlit og það sem þessir einkaaðilar svo gera er að þeir selja þjónustu eða vinnu sinna fanga. Það var gert það bara í meira en öld. Akkurat. Og það er Chain-gang, þau voru í vegaregningu. Og ég meina þetta er bara nútíma þrælahald á vegum hins opinbera í Bandaríkjunum. Þetta er nú bara svolítið í mannlegu eðli þetta að við viljum ekki sjá veruleikan eins og hann er. Kortlíki minn eitt sagði við mig einu sinni eftir hann að fara til Oslo. Mér finnst leiðilegt að fara til Oslo. Þeir eru að taka betlarana af götunum þar. Já, einmitt. Hann sagði þetta við mig þá fyrir einhverjum 20-30 árum. Það var alltaf svolítið áberandi svona heroinsjúklingar í Oslo. Já. Það var svona staðbundin heroinvandi þar. Já. Svo er það ekki lengur að það er búið að Ég veit það ekki, bara mér fannst þetta sláandi. Var ekki eitthvað svona, það var svolítið svona vakning á Norðurlöndunum með svona afglæpavæðingu. Þannig ég hugsa að þeir séu nú bara að fá morfínskapta eitthvað starf í klíník. Það sem ég er að vísa til er að svona okkar heimsluta, 1920-30, þá var fátækt glæpavett. Þannig ef að þú varst fátæktu á handtekinn og fluttur á fátakraheili, það var ekki litið á að glæpur væri sko félagslegt vandamál sem að samfélagi bara ábyrgð á. Þannig og saman með raunverulega geðsjúkdóma og fíknisjúkdóma og eitthvað fleira. Og að því að við erum svolítið á vaktinni með það að athuga hvort að það sé 1933 í Bandaríkjunum þá er það bara alltaf að byrja að hljóma meira þannig. Ein frétt úr Wall Street Journal að því að við vorum með frétt í gærum að stjórn Keir Starmer væri að leita einhverju leiðum til þess að afla tekna hjá einum ríku og væri að leggja á erfðafjárskatt eða minnka svona götin í erfðafjárlögunum að þá eru þarna verið að tala bláu fylkin sem eru þá þau fylki sem að demókratar reka sem eru að leita leiðum til þess að leggja á skatta á hinna ríku til þess að mæta þeim sko félagslegu afleiðingum sem að guðdómlega frumvarpið hans Trump hafi, þar sem að 10 milljónir manna munu detta af sjúkratryggingum og má reikna með því að einmitt að hinnum heimilislausu og hinnum bara bjargarlausu munu fjölga og þá þurfa fylkin að geta mætti með einhverjum hætti. Og þeir kallir þetta Taylor Swift skatt sem er þá hugmyndur þetta á að leggjast á bara hérna allra ríkustu þannig að þetta er meira en sko $1,000,000 sem eru þá 126 milljónir á ári að þá átt að borga skatt. Já, er þetta ekki bara gott mál? Jú, ég segi bara að sumuleyti krafan að skattleggja henn ríku er að birtast vegna þess að afleiðingarnar af niðurskurðu á sköttum á henn ríku bara svo hillilegt. En talandi Taylor Swift sem kom hann inn í fréttinnar á óvart sko, að það var hún líka í fréttunum og hún er ekki út plötu. Já, kærleikarsýlið. Hlustu þið á hana? Ég get ekki sagt ég sé mikið í að hlusta á hana en ég veit mikið hana. Taylor Swift þetta svona bara stærsta popstjarna í veröldinni. Hefur lent í ýmsu. Hún var mjög snotuð af útgefanda og svona svo var nafnin hennar rænt og svona plötu arfinum í rauninni og það er það sem er að gerast núna. Hún er að gefa út í fyrsta sinn bara sitt efni undir sínu nafni og hún er búin að ná öllu til sín tilbaka og þetta er svona, þetta þykir mjög stórt. Ég horfði á heimildamynd hana á Netflix
mér fannst ég ekki verða neins vísari, en maður er náttúrulega bara orðin gaman. Nei. Það gerist eitthvað tímann í lífinu að maður ákveður að láta þennan strætó fara bara framjá. Já. Það er ekki að hoppa upp í alla strætó. Nei, það er nákvæmlega henni. Herðu, núna er það Börsen sem er viðskiptablaðið í Danmörku. Það er Novo, þetta risastóra lyfjafyrirtæki sem að auðgaðist eða græddi mikið á sölu á, hvað heitir þetta ekki, bara þyngdarlosunarlyf, er þetta ekki kallað það? Þetta er ekki kallað megrunarlyf. Og græddi gríðarlega og það var bara eiginlega algjör lykill að öllum hagvexti í Danmörku síðastliðin 3 ár. Já. Kemur þá ekki eitthvað annað fyrirtæki sem býr til annað lyf sem er með minni aukaverkanir, virkar hraðar og er ódýrara. Og þá allt í einu situr þetta fyrirtæki eftir. Og það sem að Danir eru að velta fyrir þessi erum við að lenda í því sama og Finnarnir sambandi við Nokia. Já. Og þess vegna fór ég inn á Alþjóðabankann. Þetta er landsframleiðsla á mann, neðri línan er Finnland. Og þið sjáið þarna frá svona cirka 1995 fram yfir 2005 að þá er Nokia aðalsíminn og ég býst að þið hafi átt Nokia síma á þessu tímabili. Og þarna vex landsframleiðsla mann í Finnlandi svona, ég hef bara 70% á ótrúlega hröðum tíma. En síðan eftir það, þegar Nokia tapaði einhvern veginn, veðjaði vittlust, Apple og félagar tóku þetta og Samsung og fleiri, enginn á Nokia sími í dag held ég, að þá er þetta bara flatlanir. Það hefur ekki aukist landsframleiðsla á mann í Finnlandi síðan Nokia-aventurið. Og þarna viðmiðunar græna línan er Danmörk og þið sjáuð að Danir hafa það ágætt að þið sjáuð uppsveifluna sem má rekja til megrunarlyfsins sem er komin. En þetta nær bara til ársins í fyrra þannig að landsframleiðsla á mann er ennþá hærri í Danmörku. En þá getur það verið þegar allt í einu þetta er kippt út úr samfélaginu að því að samfélagið hefur aðlagað sig að þessu, að einhverju uppsprettu og það getur verið mjög kunstugt fyrir þjóðir að komast út úr þessu. María Lilja, þetta er væntanlega gott dæmi þetta annað sem við vorum að ræða var ekki gærkvöldi í fréttunum. Hvað er þetta annað? Einmitt. Það er kannski megrunarlyf eða, þú veist, takasímar. Já. Eða stígvél eins og Nokia byrjaði á. Já. Herðu, hér er FF7 merkur fréttavefur, áskriftarvefur, byrjaði sem turisti.is en er að breyka út. Þeir eru með frétta þessu sem að vorum með þetta í morgun, pattstaði viðræðum plastmengun, það er ekki að nást neini samninga þar, síðan sá ég þessa frétt fara víðar. Sko málið er að þetta er bara hluti af því sem er að gerast sambandi við Trump, sem er að brjóta niður alla alþjóðasamninga, brjóta niður alla alþjóðastofnanir, þannig að geta samfélagsþjóðanna til þess að mæta einhverju svona vá eins og plastmengun er bara engin. Nei. Þannig líkundur á því að náist einhverju svona góðir samningar að við séum í tímabili sem við getum búið til þeim við séum mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna dream on. Við erum ekki á þeim tíma. Bara heilt yfir þá eiga umhverfismál mjög undir högg að sækja núna. Þau eru varla til. Það er varla nokkur stjórnvald að setja umhverfismál á otinn. Þetta er nefnilega áhugavert að því að það er ekki langt síðan. Það var bara byrjun COVID 1920 þegar að Greta Thunberg kom og sá og sigraði og öll ungmennin voru mætt og á mótmæli og skrópuðu í skólum og föstudögum til þess að ganga fyrir umhverfið og frá því að það einhvern veginn svona gekk yfir þá hefur ekkert gerst. Nei, það var COVID og svo kom stríðin og heimsenda heimsendaháski af mannavöldum, stríð og friður, og Instagram og innrásir og allt það. Ég meina, hvar eru þessi sömu blóðheitu krakkar? Kannski eru þau bara komin í hástígvél og komin í fascista. Já, það getur verið. Það sem er kannski hlálegast við þetta er að akkurat núna bara í þessum töluðu orðum erum við mynd sem aldrei fyrr á gríðarlega skaðlegar umhverfisbreytingar vegna hnattrænnar hlýnunar og áhrif þess á efnahag. Þannig að ekkert ríki getur stungið umhverfismálunum undir stól. Nei. Ég fór yfir fréttir í Frakklandi og Spáni sem var bara sama vorum í gær. Það er stórkostleg hitabylgja og skógareldar í Spáni og það er bara undirlega öll pressa þar að við bara fjöllum það í gær. Erum við talandi eitthvað annað, það er fólk að búa til amfetamín í húsnæði við Gnóðavogi, það sem var áður Vogaver. Já. Hvað,
Við vorum að eitthvað fjallum fréttir þar sem að voru sendir Albanir úr landi sem hafðu verið að búa til eiturlyf á Raufarhöfn. Já, ég segi að þetta er tengt hérna við þessa frétt, sú frétt. Ég veit ekki, það væri auðvitað enginn að framleiða amfetamín á Íslandi, það væri enginn til þess að kaupa það. Nú, en það væri heldur enginn á amfetamíni, það væri enginn að flytja það inn eða að selja það? Já, er ekki ríkið alltaf að því líka? Rítalínu? Já, er það ekki svona, erum við ekki Annarkur svona... maður og löglegu amfetamíni? Já, og þú veist, svo samt... Heldur að eftirspurnin búið til framleiðsluna? Ég meina að þetta lið var ekki að leggja sig í stór hættu og standi þessu ef það var ekki business. Ég held að Bjössi sé að fara að tala á eftir við fulltrúa frá SAH það sem að þau kannski ræðu þetta, hvort verður til alltaf undan. Það er ekki endilega gefið það að eftirspurnin verði til, búið til framleiðinina eða frambúið. Nei, en ég myndur að halda þegar kemur að amfetamínbasa, þá sé það þannig. Amfetamínbasa, er þetta ekki eitthvað sem svona springur bara við minnsta? Já, er þetta ekki það sem var verið að búa til í Breaking Bad? Já, jú, örugglega. Ég er bara svo mikill sveitakall að ég bara þekki þetta ekki. Nú, var ekki verið að brugga í sveitinni? Jú, en talaði Núna brugga fólk bara amfetamin basi, ég veit ekkert hvað þetta er. Herðu, það er framhaldssaga hérna hjá okkur, það eru bílastæðin, það eru 2 ráðuneyti að skoða gjaldtökuna. Já. Er þetta kostur að 2 ráðuneyti að skoða þetta, eða er það galli? Ég veit ekki af hverju þau þurfa bæði að skoða þetta. Eins og það sá ég einhverstaðar að það var einhvers endurkröfu frétt á fyrirtæki sem hafiði ofrukkað upp á stórar fjárhæðir. Þannig að það var bara að svara þeim, er það ekki? Er það ekki skilabúðin? Svo má alveg setja lög ef það eru eitthvað ófremdar ástand í samfélaginu og allir að reyna að græða hver öðrum, þá hafa stjórnvöld að þau eru fullvalda ríki, þá getum við bara sett lög og við getum bannað þetta. Sko ráðherrar hafa mér þau getum mér búið til reglugerðir sem að ná utan ákveðin tímabil og þanga til að þing verður kallað saman og kemst ekkur samkomuleg, þannig að það er hægt að breyta hlutunum strax ef maður er ráðherra. Þegar ég bjóði í Frakklandi þá voru verðlagseftirlit sem var þannig að ef þú keyptir kaffibolla upp við barinn á kaffihúsinu þá kostaði hann 85 cent. Ef þú settist á borð í salnum þá kostaði það 1 evru en ef þú settist út á terrassi þá kostaði 1,25. Og þetta beigðu bara allir sig undir. Já. En ég meina, og það er meðal ástæðan fyrir því að París er svona frekar lífvænleg borg. Er að það eru bara alls konar reglur til þess að samfélagið okkar sé lífrænt, lífvænt. Það er ekki lífvænt ef ég er að keyra einhvers staðar og getur einhverjir menn verið að mynda númeraplötuna mína og rukka með 5.000 skall. Einhvers staðar sem ég vissi ekki svona ég væri að kaupa hann inn á þjónustu. Nei, ég velti þessu svolítið fyrir mig með þetta fyrirtæki og svo líka enga fyrirtækið Credit Info sem að hefur allar upplýsingar um fólk og svona deilir þeim með þriðja aðila. Þannig að það er til einstaklingar sem bara geta ekki fengið bankalán. Geta ekki leikt vídeóspólum. Ekki neitt. Nei. Og eða verið með kort eða fengið eitthvað svona sjálfsæða þjónustu sem þykir sjálfsæðu annars staðar. Vegna þess að það er eitthvað svona fyrirtæki sem að færa aðgang að öllum þínum upplýsingum án þess að þú hafi gefið nokkuð tíma leyfi fyrir því. Þannig að þetta er svona svipað. Ég vona að fyrst að það að skoða bíla og þessi fyrirtæki, hvað er þetta parka og það, að þá verði Credit Info tekið í leiðinni. Það hefur verið að krefjast þess að Alda Möller byggðist dragi ummæli síð tilbaka. Já, ég hlustaði einmitt í útvarpinu í dag á konu sem að er í forsvari fyrir samtök sem finnst eins og að ráðherrann og fyrrum landlæknir hafi gert mjög lítið úr meðferðarstarfi. Hvað heitir hann aftur þessi sjúkdómur? POTS. Já, POTS. Og lætur, henni var mjög heitt í hamsi. Og henni fannst þetta lýsa fordómum og mjög sár og sagði að fólk væri bara skelfingulostið yfir því að heyra ráðherra þessa málflokks sem er læknir. Já, sem er læknir og ég fór bara að velta fyrir mér í framhaldi af þessu, ég náttúrulega veit ekkert maður á erfitt með að taka einhverja persónulega afstöðu í þessu máli en ég fór bara að velta því fyrir mér hvort ráðherra hefði aldrei rétt á að segja einhverja skoðun ef hún er fagleg hóp eins og þennan eða hvar við erum. Ég veit ekki, en það sem hún segir er þessi erfitt að hætti meðferð sem að maður trúir á
ef að maður trúir á eitthvað meðferð, það væntanlega vegna þess að hún gerir manni gott og ef maður er sjúklingur og segir eitthvað gerir manni gott, eiga þá yfirvöld einhvern veginn að standa í vegi fyrir því að maður geti fengið? Já, ég held að yfirvöld eiga að bjóða upp á meðferð sem að yfirvöld í einhverjum gagnrýndum aðferðum komast að það séu gagnlegar. Það er ekki þannig að við höfum að búa til heilbrigðiskerfi eftir í hvað ég tel að séu gott fyrir mig. En þegar það er ekki hlusta jafnt á alla. Þetta eru konur aðeins sem greinast með þeirra sjúkdóm frá 15 til 50 ára og það byggjum meðferðinu upp af einhverjum svona faglegum rannsóknum og grunni. Það lítur að vera leikreglunar að við fjármögnum heilbrigðiskerfi og lækningaaðferðir sem að við höfum komist að því sem hópur og láta þá sem að best þekkja meta það að það sé góð aðferð. Síðan er náttúrulega til alls konar lækningaaðferðir og það eru menn selja alls konar hluti á netinu. Já, en ég meina það er þessi læknir sem að mælir alveg eins og sérstaklega með þessu. Nei, það er læknir. Það er ekki í hlutinu, hvað er það margir trúi á andalækna? Viltu setja það inn í opinbera heilbrigðiskerfið? Já, bara ef að fólki líður betur við það í alvörunni þá er ég bara alveg all for it. Má ráð þeirra að setja spurningamerki, faglegt spurningamerki við andalækningar. Ef að fólki líður betur við það. Ég veit ekki, ef þetta snýst að láta fólki líða betur og niðurgreiða þjónustu. Séu hluti af heilbrigðiskerfinu? Já, þú veist, ef það gerir eitthvað fyrir einhvern. Það er sjónarmið. Það er sjónarmið. Herðu, við látum þetta vera endan á fréttunum hjá okkur, það er framöndan rauðaborðið. Ég ætla að minna á að þið sem eru að horfa á Facebook og YouTube að það verður nýr þráður sem að verður með rauðaborðinu, þannig að það verður ekki framhald beint hér, heldur þurfum að finna hann, þið sem eru hlusta í útvarpi og sjónvarpi eða eru að horfa á þetta eftir á, að þið þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. En þið sem eru að horfa núna á YouTube og Facebook, finniðið rauðaborðið sem að byrjar eftir augnablik, það er auglýsingar og svo hefst rauðaborðið. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is